Agla María komin aftur til móts við landsliðið, svolítið síðan, hvernig að komin aftur? Bara frábært, bara mjög skemmtilegt. Var erfitt að vera, í burtu frá landsliðinu í þessari fjárveru? Ég var ekkert mikið að hugsa út í það að vera bestu frá landsliðinu. En maður finnur það bara frábært að vera komin aftur. Hvernig bara, en var komin aftur í hópin og mæta æfingar og svona, þetta hlýtur að vera skemmtilegt? Já, bara geggjað, ég náttúrulega þekki bara allar í hópnum, bara flestar, bara mjög vel, þannig það er bara ótrúlega skemmtilegt, gaman að fara líka á æfingar, það er náttúrulega hærra tempó og svona, þannig að bara, já, mjög skemmtilegt. Svona, koma hérna til Noregs, hvernig það, þessi dagar í Noregi? Bara voðalega huggulegt, við erum bara í miðbænum og þægilegt að ganga hérna, bara gönguguðið, búið að vera frábært veður, þannig þetta er bara, já, búið að vera mjög gott. Gengið vel á æfingum fyrir hennan leikamóti Noregi? Já, bara mjög vel, búið að vera fínt líka bara, búið að vera mikið fundi og svona vera að fara yfir hlutina, þannig allavega gott fyrir mig að rifja þetta allt saman upp, þannig já, það er bara búið að ganga mjög vel. Liðið spila á móti Noregi fyrir svona stuttu síðan, góður leikur hjá liðinu, enda samt 0-0. Hvað þurfum við að gera betur til þess að vinna það núna á föstudaginn? Já, það er spurning. Ég er ekki með svörin, sko. En þú veist, þetta verður náttúrulega bara aftur hörkuleikur. Við bara nýta færin sem við fáum og sjáum það alveg að það er alveg opnanir sem að hægt er að nýta á mótisliði, þannig ég held að þetta verður bara veisla. Við erum alltaf með Noregi í riðli á Evrópumótinu, það er svona góð áheyrnarpröfa fyrir þann leik, ef svo má segja. Já, klárt mál. Samt alveg svolítið sérstætt að vera að spila móti liði núna. Það er svona stutt í EM að spila móti þeim og vera síðan að fara að spila aftur á móti þeim. Kannski er þetta lítið á það, fín generalpröfa. Samt svona, hefði verið skemmtilega að mæta ykkur öðru liði en bara tökum því, bara góð æfing. Svona, myndirðu segja að liðin tvö séu svona svipa sterklega? Já, Noregur er náttúrulega bara með hörku lið. Þetta er svona, þessi Norðurlöndin eru með svona svipulega styrkleika, þannig þetta verður alveg klárlega bara hörkuleikur sem að mun ráðast á einhverjum smádrifum. Spennandi að spila á Slerkendal sem er geggja völlur. Já, það er sjúklega flottur völlur en ég er bara spennt að fara og byrja að æfa á honum á morgun og svo spila, ég held að það verði bara frábært. Tímabili hingað til með Breiðabliki, er erfitt að koma inn í landsliðsverkefni og tapa móti FH í síðasta leik? Nei, það er mjög auðvelt að koma inn í landsliðsverkefni þrátt fyrir að við höfum tapað seinasta leik en ég viðurkenni það alveg, þetta var mjög svekkjandi leikur, mér fannst við fengum fáfæri á okkur, þær skoru voru bara mjög öflugar að klára þær færi sem þær fengu, við geta gert margt betur en við höfum bara að nýta þetta sem áminningu að þetta eru fleiri lið eins og við höfum sagt fyrir tímabili, þetta eru fleiri lið sem eru bara með helviti öflugt lið sko, þannig við höfum bara að nýta þetta til þess að spýta í lófana fyrir næsta leik í deildinni en ég segi, maður mætir í landsliðsverkefni, gleymir svolítið deildin á meðan, fær smá frí frá því, svo bara mætir maður sterkur aftur. Besta deildin er að spilast ansi skemmtilega núna, sem alveg kannski dregst aðeins á lesna, þá kom bara Þór Káa og F og Þróttur í staðinn, þetta er hörkudeild. Þetta er hörkudeild og bara svona eins og margir voru að segja fyrir tímabil eins og svo sem sagt mjög oft en við vitum það að við þurfum að vera bara á okkar degi í öllum leikjum og þetta er svolítið bara svona góð áminning fyrir okkur að spýta í lófana og mæta klára til leiks í næsta leik. Er þessi samkeppni eitthvað búin að koma þér á óvart? Nei, alls ekki. Að maður horfir bara á liðin, bara eins og Þróttaralið, það eru mjög vel mannaðar í öllum stöðum. FH, þær hafa verið að svona stígu upp með hverju árinu, eru með margar ungar stelpur sem eru að bæta sig með hverju árinu og svo Þór Káa, það er svolítið að sama í gangi þar eins og FH, mann veist margar svona heimastelpur vera að fá sjansinn þar og eru með svona góðan kjarna, þannig nei, þetta kemur ekkert á óvart en það breytir ekki því markmiði í okkur að við ætlum alltaf að vinna alla leiki og vinna þetta mót sko. Þú ætla að taka báða titlana væntanlega? Það er alltaf stefnan og það er engin breyting þar á. Þannig að bara svona holningin á blikaleginu hingað til, ertu svona sátt með hvernig þetta hefur gengið? Já, ég heilt yfir, mér finnst við hafa verið virkilega öflugar, sérstaklega heimavelli núna til að byrja með, við náttúrulega gerum jafntefli við Þrótt og svo töpum þessu leikum á FH, alls ekki nógu gott að tapa þeim leik en ég segi þar eru bara með hörkulið en heilt yfir þá erum við með frábæran hóp, við erum með fleiri en einn góðan leikmann í hverri stöðu þannig það er líka bara hörku samkeppni í liðinu en jú, mér finnst við bara líta vel út, við þurfum bara að sýna það. Svona styttist í Evrópumóti, það er bara svona, er erfitt einhvern veginn að fara í gegnum dagana á þess að hugsa mikið um Evrópumóti þessa dagana? Ég tala náttúrulega bara sjálf um mig, ég pæli bara ekkert í því, ég er bara að taka hvern dag fyrir einu og njóta þess að vera hérna, þannig ég hugsa allavega ekkert um það og ég held að það sé mikilvægt að fólk fókusera bara á verkefni sem er núna og ég upplifi það í hópnum og það sé svona bara fókusin.
að sé svona stutt í Evrópumóti, gerði það enn staðráðin að snúa tilbaka í lið? Það er náttúrulega freistandi, klárt mál. Svona bara spennt, þú veist, þetta er náttúrulega, við erum í mjög áhugaðum riðli og svona það eru möguleikar að gera góða hluti. Já, bara engin spurning, við erum bara líka með virkilega öflugt lið, margar stelpur sem að spila í hörku klúbbum erlendis og bara að standa sig vel, þannig ég held að við séum með bara mjög gott lið. Takk fyrir að dagla mér á gangi vel. Takk.